Fyrir 2 árum dreymdi mig að Drottinn segði mér mjög skýrt 3 hluti. Hann sagði við mig, gættu 3 hluta, sannleikans, andlegu gjafana og barnana sem ég hef gefið þér. Ég spurði Drottinn, og ég veit að samkvæmt kenningunni sannleikurinn fagnaðarerindið, en í draumnum sagði Drottinn, ekki hafa áhyggjur, dóttir mín. Í biblíukennslu muntu fá svar við hvað sannleikurinn er. Systir, ég spyr þig þessara spurningar með allri virðingu og auðmýkt, og með djúpri gleði, við í dag þessi draumur að rætast. Ég vil þakka þér innilega fyrir allt. Megi Drottinn halda áfram að blessa þig. Takk. Jæja, systirinn vill vita hvað sannleikurinn merkir. Já, sannleikurinn. Hún segir að það sé sannleikur Guðs. Í sálmunum mikið talað sannleikan. Það segir að sæll sé sá sem gengur í sannleikanum. Sæll sé sá sem prédikar sannleikan. Sá sem fylgir sannleika Guðs. Sannleikur Guðs hinn hreina og fullkomna kenning fagnaðarerindisins. Við í heiminum margar trúarbrögð, mjög mörg. Margir segja að þeir séu kristnir. Þeir segja, ég kristinn því ég les Biblíuna og trúi á Krist. En þeir fylgja ekki vegi sannleikans. Systirinn sagði, ég skildi að sannleikurinn væri fagnaðarerindið. Já, en það sama fagnaðarerindi og margir þarna úti segja að þeir prédiki? Við margir segja, við prédikum fagnaðarerindi Krists. En það gæti samt ekki verið sannleikurinn. Sannleikurinn þetta, að fagnaðarerindi Krists, þegar það prédikað rétt, af hreinskilni, með hreinni kenningu sem Guð gefur og opinberar, þá það hið sanna og hreina fagnaðarerindi Drottins Jesú. Þá segjum við erum kristnir, en við fylgjum hreinu og sönnu, réttu fagnaðarerindi. Og þá getum við sagt, þetta sannleikur Guðs, þegar ekki sagt ósatt, ekki blekkt fólk, og ekki prédikað af gráðurleika, eiginhagsmunum eða þægindum, heldur með mikilli ást, í þeirri von að margir komi til að þekkja Guð og ganga hans vegu, til að lofa og dýrka hann, og leið til að öðlast þá hjálpræðisvon sem við þráum. Þetta sannleikur Drottins, réttlæti og hreinleiki kenningarinnar.